Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Í skemmtilegum þætti vikunar förum við á bíómyndatónleika hjá Kvennakór Suðurnesja og ræðum við konurnar starfið. Við hittum Má Gunnarsson, ólympíufara og sundkappa og heyrum sögur frá Japan. Og Már var líka að fá hann Max, en það leiðsöguhundur. Komum með okkur til Márs, við ætlum að byrja þáttinn þar. I did it my Jæja Már, þetta aldeilis búið að vera stuð á þér síðustu vikurnar og á þessu ári bara. Það ekki hægt að segja annað. Ég langar kannski að spyrja þér svona fyrst, þú varst búin að stefna því svo mikið að komast á ólympíuleika og draumurinn rættist og hvað situr svona eftir þú ert komin heim eftir þessa ferð? Ég auðvitað bara ennþá pínlítið að átta mig á því að þetta skuli vera búið eins og þú talar að þá þetta búið að vera í kortunum í svo rosalega langan tíma og síðan auðvitað átti maður að fara í fyrra og síðan var bara nei, það 1 ári viðbót. Þannig að það búið að ganga á ýmsu, má segja, undanfarin 3 ár en það sem situr náttúrulega eftir það bara að hafa klárað þetta og ég rosalega stoltur að því vegna þess að það var ekkert víst að mér hefði tekist það sko. Það var oftar en einu sinni og oftar en 2, 3 sem að maður næstu bara gugnaður á þessu en ég feginn að það gerist ekki. Já, stóra markmiðið var að komast út og algjörlega. Var ekki næsta markmið að ná kannski ykkur þokkalegum árangri og varstu með eitthvað sérstök markmið í því? Ég náttúrulega horfði á það að reyna að ná verðlaunum í 100 metra baksundi sem að ég átti alveg gríðarlega góðar líkur á og eins og við sjáum að ég var þarna sekúndu frá gullverðlaunum í 100 metra baksundi og endaði 50. Það var algjört grísadæmi. Mjög jöfn keppni. Mjög jöfn keppni og en ég kem samt heim með Íslandsmet og það ekki sjálfgefið að fara á stóra svið og bæta sig sem ég samt gerði, þannig að ég get ekki kvartað. Þannig að var samkeppnin harðari en þú átti von á eða eru alltaf að koma fleiri Já, það gerist. Já, algjörlega, það gerist líka sko. Að það náttúrulega, þetta sport alltaf að stækka en ég bjóð svo sem, ég vissi alveg að þetta tæft. Það var alveg borðleggjandi. Já. En nú varstu ansi lengi þarna úti? Þetta voru 3 vikur. Já. Og mjög langt ferðalag. Já. Maður fer ekki til Tókíó yfir í svona helgafrí, því ég geti lofað þér. Já. Hvernig var ferðin? Hvernig upplifir þið svona, maður átt smá tíma að melta hlutina og þetta náttúrulega svaka mikið dæmi hjá þér. Hvernig þetta að koma upp í hausinn á þér núna, þú veist? Hvernig upplifir þetta? Þetta var náttúrulega, eins og segir, rosalega langt ferðalag en gott veður allan tíman, maturinn var ekkert sérstakur. COVID auðvitað setur svaka strik í reikninginn. Það voru svona skrillunreglur, það sem mátti og mátti ekki gera. Maður var hitamældur nokkuð sinnum á dag, COVID-test á hverjum degi, grímur út allt, þannig að það var alltaf svona lýjandi. En mér leiddist aldrei á þessum 3 vikum og þetta án efa skemmtilegasta keppnisferð sem ég hef farið í. Var margt sem kom þér á óvart? Já, alveg frekar sko. Japanir eru rosalega sniðugir að rosalega mörgu leyti. Þeir eru með svona fullt af litlum svona sniðugum lausnum á hinu og þessu sko. Og eins og ég var mikið að sýna á svona mínum samfélagsmiðlum hvað svona var að gerast þarna og hvað á svona undratæki maður rakst á eins og augnspúlarinn eða sjálfsspúlandi klósettin eða sjálfsalanir þar sem maður þurfti ekki að borga og það var fullt af svona skemmtilegum hlutum þarna. Já. Það má segja að Ólympíuþorpið sé ímynd ákveðins himnaríkis þar sem að þú getur fengið hvað sem þú vilt á hvaða tíma sólarhringsins sem og allt frítt. Maður með bara þennan litla kubb hérna og eins og hérna við þennan sólsala ætla ég að fá mér Aquarius. Ég bóka vöruna, finn síðan Anna. Þarna erum við. Hvernig spennustigið? Þú ert að fara þarna og jú, það eitt að komast á leikana og svo
smá spenna að þú ert náttúrulega, þig langar að ná góðum árangri, þú veist, var það að hafa, hvernig var andlega hliðin? Ég ætla að segja kannski að einn minn svona helsti galli kannski sem svona íþróttamaður að ég verði alveg rosalega stressaður fyrir því að synda. Ég ætla að verði miklu meira stressaður fyrir því að synda 100 metra baksund heldur en til dæmis að spila fyrir fram að 16.000 manns og einhverja 40 milljónir í sjónvarpi. Músík þarf að segja. Það sem ég aldrei fyndið að bera saman sko. En þarna var ég að vísu bara mjög góður varðandi spennustíð sko. Ég var búinn að vinna í því á undan að verða ekki stressaður. Þannig að ég var bara mjög lítið stressaður. Þínir menn voru þarna, þitt fólk var með þér, pabbiðinn var með þér og Steindór, þjálfari. Algjörlega. Og þannig að þú ert með allt þitt besta fólk með þér þarna. Og það skiptir máli sko. Maður finnur alveg mun á því til þess eins og hafa yfirþjálfara með eða til dæmis að vera í landsliðsverkefnum þar sem að yfirþjálfari er ekki með. Vegna þess að það er svo margt sem við erum að skoða í uppbytunum og á æfingum bara svona ok, er ég að gera þetta rétt, er ég að gera þetta rétt. Þannig að það er bara æðislegt. Já, og þú talar mataræði, veist, það nú eitt, veist, íþróttafólk alltaf að pæla í mataræðinu og hvernig það næra sig og hafa orkustigið gott og allt þetta. Hvernig var það meiri áskorun heldur áttu von á eða? Sko þarna var svona food court eða eitthvað svona matarhöll sem voru svona 10-12 veitingastæðir og þú gast farið þangað bara á hvaða tíma á sólarhringsins sem og fengið bara eins mikið að borða og þig langar til. En gallinn við þetta samt var að þetta var ekkert rosalega svona vel eldað. Þetta var, þú veist, pínu svona mötuneytislegt, þetta var of lengi, þetta var of þurrt, lítið bragð af þessu en aftur á móti út af því að þetta voru svo margir staðir, ef þú fékkst eitthvað vont þá gastu bara farið og fundið eitthvað sem var skárra. Þannig að það var svo sem ágætt en ég var mjög feginn síðan þegar maður kom út á flugvöll og fékk góða nautasteik með piparsósu. Það er uppáhaldið þitt? Já, það er uppáhaldið mitt. Ég elska nautasteik með piparsósu. Já. Allir upp á Marriott og pröfa. Já. Góðan dag gott fólk. Í dag rignir hárum yfir höfuðborg Japans en eins og þið sjáið þá ég staddur hér út á svölum í rómantík með sjálfum mér að raka mig en það eitthvað sem allir sundmenn gera fyrir keppni og það má segja að þetta sé svolítið eins og helgiathöfn sundmanna fyrir keppnir en þetta ekki gert í þeim tilgangi að líta betur út þrátt fyrir auðvitað fyrir þá einstaklingar sem fíla það og það er bara bónus. En þetta gert til þess að minnka alla mótstöðu við vatnið og maður verður mun straumlínulaðari og rennur betur og klífur vatnið betur þegar það eru ekki einhver leiðinda hár til að færast fyrir. Eða góðan dag. En svo ertu komin heim og Ég varla ennþá komin heim sko, ég svona, það annar fóturinn á hinum við nettinum ennþá einhvers staðar. Já. Hver staðan á þér svona sem íþróttamanni og tónlistamanni? Ertu að fara að skila sundskýlunni eða ertu að fara að taka bara tónlistinni yfir? Núna ég náttúrulega bara í smá fríi úr sundinu. Það melta þetta? Algjörlega, ég að melta þetta. Og ég byrjaður í tónlistaskóla í Reykjavík. Þannig að núna ég að setja aðeins áherslu á músík og síðan kemur bara í ljós hvað ég gerir varðandi sportið. Ég veit að mér eru allir vegir færir í bæði músík og sundi og stutt auðvitað í París 2024 en þá það bara pæling hvort ég sé tilbúinn í annan svona pakka eins og þetta og næsta Ólympíumót verður 2024? Já, í París sko, þannig að það eru 3 ár í það sem náttúrulega frekar stuttur tími en þetta samt langur tími líka sko 3 ár eru 3 ár þannig að það bara akkurat eitthvað sem ég þarf að spá ég tilbúinn í þetta aftur og ef svo þá held ég að eins og ég bý að rosalega mörgu góðu ég með frábært bakland ég gæti ekki hugsað mér betri styrktaraðila ég rosalega vel sponsoraður af fyrirtækjunum í kringum mig þannig að það allt hægt í þessu en eins og ég segi það bara pælingin ég tilbúinn í þetta aftur og Þetta hörku vinna að vera afreksíþróttamaður. Mikið meira heldur en fólk gerir sér grein fyrir.
En ég veit allan að ef ég geri þetta þá myndi maður alltaf gera þetta á svona fullum huga. En síðan náttúrulega kæmi til greina líka að einbeita sér bara að baksetinu og gera það vel. En svona tónlistinni, hvað framundan í tónlist? Ég verð með tónleika í Njarðvíkurkirkju núna í lok október og við erum að skipuleggja það. Vorið komið á stjá, fuglasöngur og baldursbrá, ljúft að vera til, sólin brúar öll bil. Náttúran rankar við sér og rökkrið í burtu fer. Þetta sem svart og hvítt, sálina fær vorið þýtt. Af þér virðist paradís, voreyja sem kennd við ís. Betri en Flórít og Kanarí vort ástkæra heimaland. Af því hér logar nóttin skær, skín bjartar en í gær, dimmur vetur hverfur á braut. Þó að langt sé skammdegið, fær vorið ætlegið, að vor og sumar komi hratt, það satt. Já, það gæla við Eurovision. Ég að gæla við Eurovision. Ég ætla að senda lag inn í Eurovision í ár og það auðvitað hefur verið svona frá því að ég man eftir mér einn minn helsti draumur að komast inn í Eurovision og fá að vera með. En síðan líka margt annað að gerast. Ég að taka upp músík með symfóníuhljómsveit í Pólandi. Ég að fara að halda tónleika í Njarðvíkurkirkju í október. Við Ívar að fara að gefa út lag. Við Ísold að vinna í músík. Ég að æfa mér á píanó heldur en ég verið að gera hingað til og þannig að ég að reyna að þróa mig bara lengra sem tónlistarmann. En svona, já, nýjir skemmtilegir hlutir að gerast hjá þér og það er gaman að fylgjast með þér og við sem vorum að fylgjast náttúrulega með þér á samfélagsmiðlum hafðum gaman að ýmsu sem þú varst að sprikla með. En nú ertu komið með nýjan gest á heimilið. Heldur betur. Hvað, þessi svarti fallegi hundur hérna? Já, það er kallað hann. Og hvað heitir hann? Max? Max, kom Max. Já, hei, ég veit ekkert hvort hann sjáist hérna, en þetta er hann Max og er sænskur leiðsöguhundur sem er kominn til að fara með mér út allt og við erum akkurat bara í svona samþjálfun núna og við erum þá að læra inn á hvern annan og hann er að kynnast mér, ég er að kynnast honum og þetta er bara æðislegt sko. Já. Hvað getur þú sagt okkur það? Hvað getur sagt? Hvaða breyting er þetta fyrir þig? Leiðsöguhundur gegnir náttúrulega því hlutverki að fara með eiganda sínum örugglega á milli staða, láta vita af öllum hlutum eins og staurum, fara fram hjá staurum, fara fram hjá öllum hlutum sem eru í vegi. Þeir þekkja gönguleiðir, þekkja mínar svona helstu leiðir sem ég að fara, heiman upp í sund, heiman upp í skóla, bla bla bla. Þannig að það er rosalega, þetta er rauninni, hann gerir pínu allt sko. Hann er svona, hvað getur við sagt, hann er miklu betur en blindrastafurinn, skilur við? Algjörlega, blindrastafurinn er auðvitað algjört svona töfratæki og ég er mjög góður að nota hann. Eflaust enginn á Íslandi jafn góður að nota hann og ég. en hann er ekki fullkominn. Þannig að er Max að hjálpa þér að gera hluti sem að þú varst ekki geta gert áður einn eins og maður segir? Algjörlega sko, ég náttúrulega sé ekki ef ég er að labba á staur sko, en hann sér það. Og alls konar, sko það sem ég er kannski svona vestur í það er að það er ofta eitthvað svona óvænt sem kemur upp á leiðinni sko, bíll sem á ekki að vera þarna eða búið að grafa skurð þarna eða eitthvað og hann er rosalega góður í því að takast á við hið óvænta. Auk þess auðvitað líka þegar ég er að labba þá er ég náttúrulega pínu svona in control en aftur á móti þegar hann er að gæta mig áfram þá get ég bara treyst því að
hann labbi með mig. Þá Hanni svolítið með stjórnina? Já, í rauninni sko, hann í rauninni bara leiðir mig og ég segi honum og hann spyrir mig bara ok, vilju fara hérna vinstri eða hægri? Þannig að ég bara ok, ég bend honum hægri eða vinstri. Tógar þú þá til hægri eða? Nei, ég bend honum bara. Já. Ég bend honum og segi bara hægri eða vinstri. Ok. Þannig að hann skilur það alveg sko. Líka út af því að stafurinn í dag ekki nógu áberandi því miður. Vegna þess að fólk oft að flýta sér, fólk að labba í símanum en Max sveigir fram hjá fólki og svona, þannig að þetta geggjað sko. Hann líka finnur tröppur, finnur innganga inn og út úr húsum og hérna. Þannig að ertu búinn að vera að bíða eftir þessum hundi í langa tíma? Klárlega, alveg hvað ég sótti fyrir 1,5 ári síðan eftir þess. En þetta tekur tíma og það tekur langt tíma að þjálfa svona dýr. En frá því að hann fæðist þetta 2 ára ströng þjálfun og hann komið til mín núna, hann 9 ára 2 ára. Hann 9 ára 2 ára? Já. En þú þarft að kenna honum íslensku, eða ekki? Sko, ég akkurat tala við hann sænsku, sko, en bara, eða það að segja, sko, lykilorðin tala ég svona sænsku, en auðvitað þegar við erum bara að spjalla eða þegar að spjalla við hann, þá ekkert eitthvað, hérna, jättebra Max, vad säger du? Ég veit ekki, ég tala bara við hann sænsku, sko. En auðvitað, allar svona skipanir eru á sænsku, en ég á að geta breytt yfir í íslensku, en ég veit ekki, mér finnst þannig sænska kúl líka. Já. Er ekki gaman að vera að fá, hvað maður segja, nýjan félaga? Algjörlega, ég meina þetta sko auðvitað fyrst og fremst þetta hjálpartæki en þetta náttúrulega bara frábær hundur og skemmtilegur karakter sem góður vinur sem frábær aukaverkun. Þannig að, hvað getur þú sagt, er framtíðin björt hjá Má, þú veist, ertu brattur? Ég hvergi nærri hættur, Já. Ég það alltaf að gerast. Já. Músík og ég að fara núna í vikunni að hitta 7. bekk í grunnskóla í bænum, fara að spjalla við krakka daginn og veginn og eitthvað svona. Vonandi getur maður gert eitthvað meira af því líka. Hvernig gerist það? Af hverju verið að biðja það? Það voru einhverjir krakkar sem maður sá mig á TikTok og töluðum það við umsjónarkennara hvað væri nú gaman að fá mig í heimsókn og þau höfðu bara samband við mig og að sjálfsögðu mæti ég. Eða ekki? Geggjað. Hérna, við erum bara heima. Bye. Bye. Anskoti beisli. Call my father. Calling Pappy. Eru símarnir í dag sem við erum að nota svona mikið, er þetta gott tæki fyrir þig? Þetta mitt svona helsta vinnutæki, sko. Já. Ég nota allt. Ég sendi tölvupóstana mína, ég tala við fólk á netinu, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, auðvitað Spotify, YouTube, allt þetta dótar í, sko. Ég nota þetta endalaust, sko. Já. Þetta mér gulls í gildi þessi sími, sko. Já. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðaval, flytjið honum í dælum óði, ástarljóð þitt. Syngið þið fuglar, ykkar fegursta ljóðaval, flytjið honum í dælum óði, ástarljóð Fjölbreytt félagsstarf óðum að færast í eðlilegt horf í heimsfaraldri eða þannig og við kíktum á skemmtilega tónleika hjá Kvennakór Suðurnesja. Þemað var bíómyndatónlist. Komið með okkur í bíósal Dús Safnahúsa. Floating around
stelpur, hvernig tilfinningin að vera að rigga upp tónleikum hérna? Hún bara geðveik. Við erum búin að bíða eftir þessi 2 ár, við ætlum að halda þessa tónleika fyrir 2 árum, og við erum búin að æfa og vera dregna tilbaka, við þurfum að aflýsa, draga hljómsveitin inn, æfa með henni, senda það heim aftur, þannig að þetta búið að vera allt svona í 2 ár. En nú erum við að fara að gera þetta í kvöld. Geðveik. Og hvernig prógrammið? Prógrammið náttúrulega bara dásamlega skemmtilegt. Þetta bara bíómyndatónlist og eitthvað fyrir alla í raun og veru. Og svo hressandi og skemmtilegt. Þetta eiginlega bara stórkostleg tilfinning að loksins fá að fara á svið. Og vera mjög skrítinn tími. Þið búin að vera að æfa þetta þessi 2 ár eða? Já, við vorum eiginlega komnar á það, má segja það. Ef við hefðum ekki getað haldið þetta núna, þá þetta komið gott. Já. En það svo eiginlega svona fullkominn endir að fá náttúrulega að fara á svið með prógrammið sitt. Að við getum ekki verið þakklátari í dag. Nei. Bíómyndatónlist, erum við að tala útlenska bíómyndir eða íslenska bíómyndir? Bæði og, við erum með íslenska líka og þetta svona í bland. Og allt svona þekkt lög sem allir hafa heyrt og bara skemmtileg. Þetta er svona svolítið mikið, held ég bara poptónlist svona í gegnum gangandi. Já, svona einstaka klassík, 2 klassísk. Lög af vinsældalistum? Já, bara í gegnum árin sko, í raun og veru. Þannig að já, þetta bara skemmtilegt. Þannig að eru þið í þessi 2 ár búin að vera að hittast eða hafi ekki þurft að stoppa æfingar? Við erum búin að vera að meina að stoppa heldur en hitt sko. Við náðum að fara í æfingabúðir í Skálholt þarna í febrúar, áður en var allir skellt í lás, held að við skellt í lás 2 vikur seinna. Og síðan erum við bara búin að vera að reyna, við hefum sungið með grímur, æft með grímur og með 2 metra á milli okkar og allt þetta. Við hefum reynt allt, við hefum verið með æfingar á netinu og Zoom-æfingar sem eru náttúrulega alveg farulegar og þú veist, við hefum bara gert allt. Kósturinn sungið þetta inn fyrir okkur og við hlustum heima og þú veist, við hefum búin að gera allt sko. Allt þessu gangandi, já. En við erum náttúrulega ekki nema helmingurinn á kórnum í kvöld, það er náttúrulega bara þetta tekur toll, það þurfti margir að draga sig í hlé en að bíða eftir að við ljúkum þessum svo að þau geti skoppað inn aftur. Já. Hefur COVID dregið úr þáttöku svona hópsins? Er Gunnar að tala um það? Já, í raun og veru. Það einhverjar og af ýmsum ástæðum, þú veist, þetta tekur á og sumar bara í þeim aðstæðum að þú veist, vera með veikindi heima fyrir eða vera bara að passa sig sérstaklega. Þannig að kjarnin samt, þú veist, sá að við höldum allt áfram og þær eru bara eins og Gunnar segir að bíða á kantinum og bara, ef þú ert einu sinni búin að vera í kvennakórnum þá ertu það alltaf, sko. Ætlaði með þetta að spyrja ykkur um það. Það eitthvað stemming að vera í svona hópi, eða ekki? Algjörlega, þetta bara ótrúlega gefandi, þú veist, og það bara sýnir sig held ég bara best í svona aðstæðum eins og COVID að hvaða slekkur á huganum að geta farið og sungið í 1-2 tíma og þú veist, þetta ótrúlega heilun sko að vera í þessu, maður gleymir öllu öðru. Þarna náðum maður segja að gleyma COVID þegar maður komst á æfingar. Þið hafa alltaf sungið og náttúrulega allir kórar í Reykjanesbæ hafa verið að syngja hérna og ljósa og náttúrulega svona, þannig að það fór í burtu og þannig að nú bara komið að því. Nú bara komið að þessu. Þetta bara gerist ekki betra. Við erum ótrúlega spenntar. Verkefnin sannast upp, við erum bara, eiginlega ómikið að gera hjá okkur í vetur. Og verður tekið á því í vetur, núna þegar maður fara að hittast? Já, það ýmislegt á döfinni sko. Þannig að nýtt prógramm og ópera og fleira. Ópera og svo nýtt prógramm í vor og jólin og ýmislegt í gangi sko. Eiginlega bara, þetta náttúrulega svolítið auka hjá okkur núna. Þetta auka, bara forsmekkurinn. Þetta forsmekkurinn, já.
þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem kemur út í miðri viku. Dreifist frítt öll Suðurnes og einnig á netinu. Við erum að skrifa fréttir á Víkurfréttavefinn vaff.is alla daga og sömuleiðis golffréttir á kylfingur.is. Við þiggjum góðar ábendingar efni í okkar miðla, þannig að endilega hafið samband og sendið okkur tölvupóst á vaff@vaff.is. Við þakkum fyrir að þessu sinni, sjáumst að vikuliðinni, verið sæl.